Herru, þá erum við komin í aðréttin. Nú ætlum við að leika okkur aðeins meira ekki? Jú, ekki jólaöndin? Það hljómar nú ágætlega. Já. Nú, það þarf aðeins að handa öndina. Ég ætla aðeins að fara yfir það hérna. Það sem við gerum, það þarf að taka hérna sín í burtu sem er hérna yfir, liggur hérna undir. Það er ekki mikið meira sem þarf að hreinsa í svona önd. Svo passa náttúrulega að vera með hann á sér bretti. Maður verður alltaf að hafa fyrir finnað svona undir kontról eins og það segja. Nákvæmlega. Og hérna er ég búinn að setja bæði, það er líka ágætt að skera örlítið af fitu í öndinni ef fólk vil aðeins minnka hana. Þá tekum maður hérna niður þannig að maður takir nú ekki neitt kjöt. Setjum hérna, því það má oft alveg minnka svolítið af fitunni. En það sem ég er búinn að gera hérna, maður ristar svolítið í fituna, þannig að komið svona litlir tíglar í hana, fram og tilbaka, snýrðinni og aftur. Það opnar fyrir fituna og þá lekur meira sagt, af fitun út og það er ekki verið meira stökk. Og það er það sem við viljum, hafa þessa fituhlið hérna svolítið stökka og hérna og þá er náttúrulega 10 sinnum betra að borða hana með kjötinu. Við ætlum að taka hana svona grillpönnu og það við viljum ekki að hún liggi í fitunni. Svo ætlum við bara að reyna að hella fituna af, svo erum við að losa við fituna smátt og smátt. En hún verður mjúk með að liggja í sinni eigin fitu, sko. Og það sem er rosalega gott að gera við allt kjöt í rauninni, það er náttúrulega saman með hvaða kjöt það er. Það er að láta það geyma inn í kæli helst í ólífólíu og náttúrulega fínt að það verður hægt að vakúpakka og allavega í svona 2-3 daga áður en að maturinn er eldaður. Það segi ég allavega 2-3 daga, þetta er ekki svona því. Ólífólía brýtur niður kjöt og það verður miklu mýkra og það er hægt að setja miklu meira bragð í það. Eins og í þessu tilfelli ætla ég að vera með lime-börk og ferskt timjan. Og þá er þetta mjög einfalt, þá setjum við bara hérna, rífum hérna börkin hérna af með hérna skrælir bara. Þetta er kannski líka ný útgáfa, frægasti réttur tengdur önd er appelsínönd. Svo núna er að rækja að setja lime sem er kannski keimlíkt en er svona alveg nýtt samt. Gefur þess að sítrusbragð í þetta. Meðan hann er þetta ætla ég að fá að ryðjast framfyrir og hita pönnu hérna fyrir steikta sveppi. Svo ég vonaði fyrirgefa okkur það. Myndu rétta með smá ólífólíu? Ekkert mál. Heltu bara aðeins hérna fyrir mig þess. Það er svona miður. Flott. Aðeins fyrir mig hérna fyrir sveppina. Og það er eins og ég segi, að láta þetta liggja alla 2-3 daga, algjöru lágmarki, með börkin í. Og ég er reynda búinn að gera það hérna fyrirfram, af því að þessi þáttu verður nú aldrei 2-3 daga. Þar sem að við dustum síðan bara börkin af, af því að hann brennur svolítið á. Og líka annað mál, það er að nudda saltið svolítið í fituna. Það er rosa gott að vera með þetta hérna sjávarsalt, svolítið gróft. Það er bara stráð hérna yfir og svo er þetta bara að nudda svolítið inn í fituna. Þetta er svona svipað eins og fólki með stökka svínapöru. Þá er þetta svona sama aðferð. Saltið dregur vökvann úr fitunni og verður hann ekstra stökk. Það er flott. Ætlar þú að steikja hana? Herðu, ég fæ hana bara hérna á. Okay. Þetta tekur smá tíma, skilju, en það er frekar að fara aðeins rólegra, leyfir svo að verða stökkt og svo bara ætlum við að setja þetta, við erum með svona eldfasta pönnu og við ætlum að setja hann inn í ofn bara til að klárast. 90% á fituhliðinni. Þú sér að fitan, margir myndu segja að þetta væri nú svolítið mikil fita og svona. Það er það náttúrulega, en hún bráðnar rosalega mikið vel úr henni og þegar maður er með svona rifflaða pönnu, þá lekur þetta hérna niður og liggur andabringan ekki allan tíman onni í fitunni og við erum bara duglega að hella fitunni af þegar hún byrjar að safnast þarna undir. Svona. Sveppina ætlum við bara að hafa stökka með. Gott að setja smá hvítlausolíu á sveppina. Svo erum við voðalega hrifnir af salti, en við erum bara að nota hollt salt. Við reynum að nota salt með minna nítriti, sem er oftast á svona ferskt sjávarsalt. Þá hefur maður aðeins betri samvisku að við viljum hafa matinn kryddaður, en við viljum ekki hafa hann óhollan salt. Nú við ætlum líka að bera fram með þessu, þetta köllum við bara mini-grammiti, þetta köllum við smátt skori grammiti og yfirleitt eins og þarna erum við aspas, sem er svona lítill sætur. Þetta erum við búin að blansera eins og heitir, það er að snöggsjóða og þetta bara, einnig hægt að sjá þetta á heimasíðunni. Þetta er bara sett hann í sjóðandi heitt vatn og upp úr og í ísvatn ef maður ætlar ekki að nota þetta strax eftir að maður er búin að blansera þessu köllum eða snöggsjóða. Þetta gerir maður grænt grænmeti svo að haldi litnum, þannig að það verður ekki brúnt. Við ætlum að vera með þetta smá vorlaug, smá mini-aspasitra og nokkra brokkólihausa, 2-3. Hollt og gott, grænt, gott fyrir hjartað. Grænmetið ætlum við bara að hita upp í smá ólífuolíu. Ef fólk vil leyfa sér smá muna, þá getur verið smá smjörklípa hérna líka. Svo er það náttúrulega bara salt og pipar líka. Og þarna erum við bara að tala um að hita upp. Alls ekki elda þetta mikið, annars verður þetta bara grátt og vont.
Nú erum við bara að hita þetta upp, það er meira að þetta taka þetta í örbylgjuofninum í smá stund, nokkra sekundur, en annars bara rétt að hita þetta upp og bara rétt áður en ætla að bera þetta fram í rauninni. En þess vegna er svo sniðugt að vera búin að sjóða þetta fyrir daginn, því að þá verður þetta bara rétt upphitun áður en við berum þetta fram. Svo er líka hægt að gera eitt, við erum alltaf að segja að fólki að forða stress á jólunum. Engin fjölskylduharmleikur á flestum heimilum núna og það er hægt að brúna öndin af. Það þarf ekki að gera þetta rétt fyrir 6. Það er bara eiginlega sniðugt að brúna þetta fyrir daginn. Það er bara bræluna á. Síðan ætlum við að gefa með þessu smá pati. Það er rosalega gott með svona önd. Það er bara að kaupa eitthvað gott andapati. Það eru orðin mjög skemmtileg í búðunum í dag. Þetta er bara andapati með appelsínumaríningu. Við ætlum að gefa pínlítið ofan öndinu eftir þegar við berum hana fram. Það gefur smá svona, hvað maður að segja, innmatsbragð á sem er alveg hrikalega gott með önd. Og þetta tekur bara svona rólega og við ætlum að fá að setja þetta aðeins inn í ofn núna og meðan ætlum við að undirbúa hjá okkur eftirréttinn sem verður ávextir og súkkulaði fondue. Herri já, öndin er vonandi að detta í ofninn hjá okkur. Það er komið vel að fitu. Alveg glæsilegt. Það þýðir að við erum á réttri leið. Við ætlum að taka fituna af, við ætlum að geyma hana og elda laugurinn á morgun. Þetta er þessi risastóra pönnu svona. Við getum að helda ykkur á sér. En svo 10% steikjum við hérna megin. Það er alveg fín. Það sem maður finnur líka aðeins sko þegar hún svona aðeins dúar, þá er hún medium. En við erum með hérna hitamæli sem við ætlum að kíkja á eftir ekki. Herri já. Ef við sjá hvað hann er núna, heitur ofninum. Hitamælirinn, maður verður að hugsa allt annir. Þótt hann sé kannski núna í 55, þá ætlum við að hvíla hann í 10 mínútur. Þá gætir hitinn haldið áfram að aukast þegar hitinn fer inn í. Og svo litli Andrés hérna, hann er kominn í 51 gráðu. Þeir eru upp í svona 55. Já. Þá þurfum við að hvíla hann, þá endur hann í 60 okkur. Svo er ekki spurning líka. Þessi er bara sama, bróðirinn. Og hann er stærri. Já, það er bara þannig að þetta heldur áfram að aukast hitinn þegar við ætlum að hvíla hana. Og það gerist náttúrulega þegar eitthvað kjötið settir í ofn, þá kemur náttúrulega hitinn svo mikill að utan og hann þrýstir svo á kjötið og kjötið verður hrátt í miðinni en verður eldað utan. En svo þegar við látum það svona standa og hvíla, þá losnar úr spennunni og vökvinn bleikir fer aftur út í gráahringinn af vöðvanum. Og þá verður þetta jafn steikt alla leiðina niður. Þannig að það er það sem við viljum akkurat núna. Það þarf að halda áfram að steikja þetta á pönnu. Nei, ég var bara að loka það neðan, bara leiðilegt að horfa á það sem er ekki. Segðu. Og ég ætla núna að leiða svona að hvíla hérna í. Segðu hvað þetta er dula. Þetta er alvöru. Á meðan þá velgjum við aðeins á sveppunum, klárum að krydda þetta í sósuna. Setjum smá nýmjölum pipar hérna á bringuna. Verður að vera svona nýmjölum pipar, fólk. Ég segi ykkur algjörlega strax, ekki vera með duftpiparinn. Það er eins og algjörlega tvennt. Sósun er þetta. Hún er bara eftir uppskrift sem við sýndum hérna. Það er hægt að gera að sjá á netinu eða bara gamla mömmusósan. En það er að gera þegar maður er önd að setja aðeins eitthvað sætt. Það getur verið smá hunang, appelsínumarmelaði, það er komið með appelsínusósu. Nákvæmlega. Þetta þarf ekki að vera flókið. Bara eitthvað sem er nákvæmlega sem er með einhverju sætu. Já. Mango, salsa. Svo það maður heyrt af fólki sem er mjög hagsýnt. Það gerir sósuna bara vikuna áður, fristir í fristipókum. Það er bara sósan klár aðfangadag. Svo er bara hrært smá köldu smjör í hana. Hún er ekki síðri fyrir vikið. Alls ekki. En bara vera sniðu, ekki vera að gera þetta rétt fyrir 6. Hörðu, núna er öndin búin að hvíla. Ég þarf að veðja að hún sé bleik alla leið. Alla leið. Mælirinn er ekki að ljúga okkur. Nei. Og sjáuð að það á aldrei að vera mikil djús á bretti þegar maður er að skera svona kjöt. Maður ætla að skera hann aðeins langsum til við fáum svona fattar og langar sneiðar. Sjáuð þetta hérna. Þetta er náttúrulega alveg framúrskarandi glæsilegt. Þetta er náttúrulega ótrúlega hvað þessi mælar gera, skilju. Stundum er fólk að kaupa hreindýrastek upp á 10.000 kall og kaupi sér ekki mæli upp á 600 kall. Nákvæmlega. Og eyðilegu steikina. Þú ert búinn að bjarga þarna máltíðinni bara og ert bara alveg klár með svona fallega steikingu. Herru, nú er ég búinn að transferna eitthvað. Þú ætlar að gera... Já, hvað viltu meira á þetta? Herru, við ætlum náttúrulega ekki að henda endanum ef við ekki hafa sæta kartöflu með þessu. Herru, jú, við vorum búin að sýna hvernig það að gera þær hérna. Já, hérna ég er búinn að hita þær upp, það bara aðeins að velja upp á þeim. Það er nefnilega með svona sæta kartöflur, sko. Þær eru líka svo skemmtilega litin en það er komið svo mikið af svona frambúðar svona skemmtilegum diskum. Það þarf ekkert allir að vera með svarta diska. Það þarf ekkert að gera þetta eitthvað svona fínt eins og ég er að gera þetta. Það er bara að taka góða klessu
Við ætlum að setja hérna, við ætlum alls ekki að henda endunum, það má ekki á svona framúrskarandi fallegu hráefni. Og svo látum við þetta leggjast hérna glæsilegt. Svo auðvitað þetta líka hægt að framleiða þetta bara í fati sko. Já, nú erum við bara að sýna flott útgáfuna ekki. Hvernig er hægt að gera flott. Þannig að fólk á alls ekki verið, þá við sem að gera þetta svona, láta þetta líta eitthvað svona rosalega flókið og flott út, þá er þetta skotvelt einfalt. En það er hægt að gera þetta hugulegt, en auðvitað er þetta að gera þetta bara smart og skemmtilegt. En bragðið klikkar samt ekkert, ef að tjekka þess á sig það? Já, það sem við erum að leggja áherslu á, það er bara að nota tæknina, nota mæli, gefa sér góðan tíma, vera undirbúinn. Fær maður smá sósu? Sumir þykir líka þetta rosa gott. Smá salt í sárið. Já, svona sjávarsalt. Það þarf ekki að segja sósu með þessu. Nei. Það er rosalega gott. Svo borðar maður restina eftir kalt í salat á morgun. Já. Með einhverju góðu patti, másu. Já. Heyrðu, við erum bara nokkuð sáttir, eða ekki? Já, við erum bara glæsilegt. Ég er bara með hlakka til að halda aðra svona veislu. Já. Við þökkum kærlega fyrir okkur. Njótið.